Góðir gestir, hér verða fluttar 17 sonnettur heimspeki hjartans eftir Kristján Hreinsson, skáld og heimspeking, við lög eftir mig, ég heiti Þorvaldur Gylfason, í útsetningu Þóris Baldurssonar. Sonnettur Kristjáns Hreinssonar eru saman reknar eftir kúnstarinnar reglum, geyma 14 ljóðlínur hver og eru ýmist 10 eða 11 atkvæði í hverri línu. Elsta íslenska sonnettan, eina sonnetta Jónasar Hallgrímssonar, Nú andar suðrið sæla vindum þýðum. Við gætum sungið Nú andar suðrið eftir Inga T. Lárusson við allar 17 sonnetturnar, því að bragarhátturinn býður upp á það, en það væri svo lítið einhæft og ætti ekki heldur vel við. Og þess vegna eru tónsmíðarnar 17 af ýmsu tagi og bera sumar staðarlit af slóðum heimspekinganna. Svo hvort kom á undan, ljóðin eða lögin? Which came first, the text or the music? Þegar Æra Görsvin var spurður þessar spurningar ljóð hans við lög eftir George Görsvin, bróður hans, þá svaraði hann, what usually comes first is the contract. En hér svarið þetta, Kristján sendi mér sonnetturnar og ég tónsetti þær og Þórir útsetti. Kristján hefur ort yfir 400 sonnettur, hann þess vegna réttnefndur öryrki. Shakespeare orti bara 100 sonnettur. Flytjendurnir standa allir í fremstu röð og hafa sungið og leikið listir sínar víða lönd og þau eru Bergþór Pálsson baritón og Garðar Kortes tenor, Selma Guðmundsdóttir píanóleikari, Júlía Mogensen sellóleikari og Jón Elvar Hafsteinsson leikur á léttara strengi á nokkrum stöðum og Pétur Gretarsson á slagverk og Sigurður Flósason á saxofón. Og áður en ég býð flytjendunum að byrja, ætlar Kristján Hreinsson að fylgja ljóðaflokknum úr hlaði og flytja síðan stuttar skýringar á undan hverri sonnettu. Kristján. Komiði sæl. Við byrjum á heimspekingi sem hét Leibniz. Og það sem Leibniz kallaði mónöður eða eindir alls eru menn enn þann dag í dag að kljást við með ýmsum hætti. Leibniz trúði því og boðaði að heimurinn væri búinn til með sem minnstum tilkostnaði. Að hið góða myndi þar að leiðandi ávallt sigra. Hann talaði mikið Guð og oftar en ekki má ætla að hann hafi litið svo á að Guð væri frummynd kærleikans. Af fræknum herrum mestum gáfum gætur var Gottfried Wilhelm Leibniz heimspekingur, svo guðdómlega vitur vænn og slingur, sem viskubrunnur drottins holdi klæddur. Hann sköpun máttugs Guðs á rökum reisti, í réttri heimsmynd engum átti skeika, með fullkomnun hins virka veruleika. Á verundir og mónöður hann treysti, í hverri eind gat mikill máttur lifað og mengi alls hlaut fjölbreytni að skarta, en náttúrunnar höfund Leibniz hafði í hendi sér og fékk hans öflum lifað. Því veröldinni gaf hann hug og hjarta, í heimi sem hann örmum sínum hafði. Arthur Schopenhauer hafði þá fögru sýn sem hann sótti að hluta til í indverska heimspeki og í búddisma, að sjálfur alheimurinn væri einungis skuggamynd af raunveruleika andans, að lífið væri þjáning og leit að ótakmarkaðri fullkomnun. Auðvitað þetta fögur sýn og sönn heimspeki hjartans.
hvort sem við nú trúum þessu eður ei. Han Schopenhauer fann hið eiskapur, brött í hannum rústir gæsku sinnar, í hugskot fór hans einsemd stöðugt hinnar, hann átti þannig fárra kosta börn, hann lék við hatur, ilsku, feigð og fát, var föðurlaus og kalt var móður hjartað, hann fékk í hugarþel í þrautum skartað, þjóð hans eftir hildarleik var sátt, hann trúði einna helst á viljans vald, en víst hlaut tónlist afar hlýja dóma, hans líf var martröð eða eins og kóma, innbyggð löngun hafði tangarhald, hann lét sig dreyma heimsins fagur fræði og fékk að lokum skynjað kyrrð og næði. Gandhi var stundum kallaður hinn mikla sál. Hann var viss að sameina mætti öll trúarbrögð heimsins og hann sagði að ef reglan auga fyrir auga ætti að gilda, þá yrði allur heimurinn blindur. Hjá Gandhi var kærleikurinn grunnur alls. Hann gat ekki flokkað fólk eftir trú þess, þjóðerni eða litarhætti. Hjá Gandhi var það hin fagra hugsun sem setti menn á stall. Pigini litla ljóni síndi, með limsku þótti Bretum tryggður gróði. Þeir höfðu náð að ata Indland blóði, þá óhlýðni var vopn sem Gandhi brýndi. Já, víst það að hefndin heimsinn blindar og hörmungar í valdakræki búa. Hinn mikla sálar veröld vildi búa og vernda gæsku hugans tæru lindar. Hann vildi stríð með fögrum friði heyja, var fyrir þessa heiðum mikils vigtur, og svo var hann af illum manni myrtur, en minning hans mun aldrei fá að deyja. Hann Gandhi tók á hliði Kristus grefið, hann færði mönnum allt sem hann gat gefið.
Ástina hafa ýmsir heimspekingar ritað. Enda ástin ábyggilega grunnur allra mannlegra samskipta sem einhvers eru nytsamleg og hún sá máttur sem fær hjörtun til að tifa. Hér fer tónskáldið á kostum og vitnar í ástardrauma eldri tónskálda. Hver fögur sná fær alinn ástardraum sem undir vitund kemur svo til skila í glaðvær þegar bestu taugar mila og byggðu hjörtum verða Og ástin stendur vörðum von og þrá. Hún veitir fólki styrk í lífsins raunum. Það hljóta allir dáð og dugað launum sem drauma sína stöðugt hlusta á. Leið að vík og hlýju endinn veit og hjartað sínar bestu kenndir skynjar hugurinn sig fyrir böli brynjar og bíður þess að vakni ástin heit. Af hreinni ást mun næra sér hver sál sem sér og skilur draum síns leyndarmál. Lao Tse, sá sem ritaði bókina veginn, sýnir okkur heimspeki hjartans. Þar sem hinn blíði og velviljaði máttur vegurinn að upphafi og endurnýjun alls. Það að segja, hið góða sem í öllu býr. Hér má segja að ein af myndum búddismans sé ráðandi. Kærleikurinn það sem okkur ber að nálgast. Lao Tse var heimspekinni hollur. Já, honum spruttu tré með fögrum orðum. Og hann gat séð að trúin var sá tollur sem tekin var af skýr sem inni fóður. Í veröld okkar síðar reglur sanna, að sumir ganga alltaf réttu megin.
græða sem gefa allt sem sælir vilja þykja og hér skal menntað höfra heimur tá til hjá Páli Adams mitt og Með grósku sálarinnar getum við ræktað með okkur göfuglindi og kærleika. Með heimspeki hjartans má segja að öll séum við fagrar sálir. Við þurfum einungis að koma auga á eigið ágæti og rækta með okkur einlæga sjálfsvirðingu. Sem rætur trjánna vinnur minni mitt, í molbu hugans leitar öllum stundum og undir sálarinnar grónu grunnum, þar geymir viskan dýrmætt skartið sitt. Þar eru sálar fræ í grósku geymd, já grafin vel í þekkingu svo virkri og hulin reynslu djúpt í moldar myrkri, í minni liggur fortíð týnd og gleymd. Og þar má finna bæði draum og duld og dæmin öll sem mér var sagt að læra og fallin blöð sem afl mitt endur næra og eflaust má þar finna gleymda skuld. Ég sjálfan mig svo oft græsku gruna, ef gleymist það sem mér finnst slæmt að muna. Descartes, stundum kallaður Cartesius á frönsku, var franskur heimspekingur sem tók afstöðu á meðan yfirvöld beittu pyrrhonískum dómum sem merkir að fresta því að taka afstöðu. Hann opnaði mönnum leið að nýrri hugsun, meðvituðum skilningi á tilvist. Honum var mikið í mun að sanna uppruna hins góða og hann sagði: ég hugsa, þess vegna er ég til. Vor hugsun eflaust virkjar veruleika, vísindi á rúmmálsfræðum byggja, en verði fólki tilvist Guðs að tryggja, við telja hljótum stöðu mannsins veika, á líkama og sál er sagður munur, þótt sístar verði niðurstaða fengin, og kannski verður ábyrgð manna engin, ef aldrei fer hugan minnsti grunur. Á franskri grund á valdi visku sína,
féllu pýronískir dómar, hann þóttist gera sköpun heimsins skýr og skrifaði lögmál heimspekinnar. Já, Kartesíus, en þín hending hljómar, ég hugsa og það merkir, ég til. Í náttúrunni og unaðsreitum lífsins býr hinn tæra heimspeki hjartans. Sú orkulind sem við speglum okkur í, sú fegurð sem við þráum og þaðan fáum við þá fögru hugsun sem verndar okkur í vöku og draumi. Náttúruna fer sú hlýja hönd og hlífir hverri ögn sem þar má finna, á meðan áðna maðkar verk sín vinna. Vonglöð lilja slitið klakabönd. Og snigla hjörðin foldu fer á ról og flugur undir þili heyrast suða. Já, skordýrin þau virðast vilja puða, sem viti þau að núna hækkar sól. Í hverri þúfu veröld vaknað fær og vorlaukarnir lífsins tilgang skynja. Í skjóli trjánna brotnar klaka brynja og virkir hríslan alsæl skellið lær. Í garðinum svo indæll ástar blossi, þær upprisu frá ljúfum sólarkossi. Stjórnarskrá þess eðlis að hún verður að koma frá þjóðarhjartanu. Hún verður að varðveita og birta þá fegurð sem þjóðarsálin geymir. Sú hugsun stendur mínu hjarta næst að við Íslendingar eigum betra skilið en þá stjórnarskrá sem nú í gildi, en það kannski önnur saga. Siglir þjóðin þöndum seglum, þá þykir voldug stjórnarskrá við hæfi og vernda skal hún landsmenn alla ævi, svo ávallt fari þeir að settum reglum. Og í sanngirni skal allt það öllum tryggja, sem í stjórnarskránni fest og varið. Við spurnum sínum finnur fólki svarið, já, flestir þeir sem landið okkar byggja. Þar mannréttindi vel og hátt skal haldið, svo hirði mennum friðhelgi og næði, og þar skal lista upp hin ýmsu gæði, þær auðlindir sem deilum geta valdið. Menn munu hér á sterkum grunni standa, ef stjórnarskráin leysir okkar vanda.
Lótusblóm eru sögð geyma hina guðdómlegu fegurð. Í þeim sagður búa sá kraftur sem gefur elskendum hina dýpstu unun. Og í fegur blómsins þá geymd sú heimspeki hjartans sem við leitum að. Í kyrrð og fegurð vaggar blómi bleika, sem blessun allra guða fær að hljóta. Á tærri lind gárur gleði njóta, og gola má stund við frjókorn leika. Ég ligg með þér í faðmi blómsins blámi nætur hörund okkar snertir, og jurtin ljúfa hugans yndi ertir. Ástin fær töfra heim að líða. Ef kærleiksblómi sendir inn og angan, og unun finnur skjól í sál og hjarta, þá sælu tárum bleiku blöðin skarta, og blíður þytur setur koss á vangan. Hið sæta hunang votar varir stríkur, og vekur sælustund sem aldrei lýkur. Karl Marx, stundum kallaður Kalli frændi á íslensku, var ofurhugi og jafnvel þótt þeir sem hugsa fyrst og fremst eigin hag líti á Karl sem hina mestu ógn, verður að segjast eins og að hugsjónir hans voru og eru afar fagrar. Hann langaði bara að bæta heiminn. Af Karli Marx sögð svo fagra saga, að sósíalisminn hafi strax í æsku með festu náð að glæða hugans gæsku, sem gladdi hans og alla lífsins daga. Hér ungur hélt hann reist sem róttæk lyngur, en réttlætisins leið þá birtist erfið. Þá þráði hann að brjóta bannsett kerfið, með baráttus lék við hvort sem fyrir. Hann hélt á lofti fólksins skýru skilum, og skurð og sögulegrar efnishyggju. Hann dró að landi eins og bát að bryggju, og barðist fyrir sósíalískum gildum. Við kapítalismens lof og leyndu Lífið bók sem við eigum, á óskrifuðum blöðum upphaf þeirrar hlýju sem við hljótum að vilja eignast. Allt sem við gerum
tryggir það að óskrifuðum blöðum fækkar og öll höfum við í hyggju að skila af okkur góðri bók. Sú mikla gæfa hlotnast okkur öllum að eiga þátt í lífsins bókar skrutu og þeim sem okkur vænst að veginn stutu við viljum þakka áður en við föllum og bókin í fyrstu full af eigum en fólk á síður hennar lífshlaup skráir og hver og einn í sínum þrautum þráir að þræða veginn eftir bestu leiðum. Við fótmál hvert ættar sofnin stækkar í stóra bók skráður okkar þáttur og jafnvel þó að ýmsir áttum tapi ævidögum þeirra stöðugt fækkar þá virðist ljóst að minninganna máttur hjá mönnum bara eykst að sama skapi. Sókrates leggur okkur lið í leit að heimspeki hjartans. Hann sagði nú svo margt fallegt, blessaður kallinn. Hann sagði til dæmis að fullnægja mætti réttlætinu með því að losna undan böli illskunnar. Réttlætið sem sagt andlit hins góða. Hann sagðist vita þáttum flesta þætti og fannst rökrétt hugsun mætti byrja á gagnrýni. Hann vildi fá að spá og spyrja því speki sína helst hann þannig mætti. Hann sýndi mönnum dýrðir, dáð og gæsku, þó dómaka sem kaldur vindur blési, og fæstir misku sýndu Sókratesi, en sagður var hans mikla grískri æsku. Og fyrir visku hann til dauðan dæmdur, þá drykk með eitri þurfti víst að sötra, en hræddist ekki banvænt lausnarlifið, því lífsins tignar var heilig sorg. Með dauða sálin laus við fár og fjötra, gat frjálsa tindum heimspekinnar
Nelson Mandela losnaði úr fangelsi eftir nær 30 ára vist, lét hann það verða sitt fyrsta verk að heimsækja ekkju þess harðstjóra sem hafði haldið honum á bak við lás og slá. Svarta perlan, eins og Mandela stundum kallaður, vildi með heimsókninni veita kvalara sínum fyrirgefningu. Þannig virkar heimspeki hjartans. Hinn svarta perla skín sem skörtið mesta og skuggar munu aldrei ljósið deyfa, því birtu lífsins mun mót myrkri dreifa. Það mikla þrek sem ekki kann að bresta. Þeir gátu margir virkað vonda strauma í veröld þar sem hvítir nýttu svarta. Á meðan Nelson beið með hóvært hjarta og hugurinn gat magnað fagra drauma. Í áratugi þrjá með heimsins hlekki og hendur bundnar var hann einn í klefa og harðstjórum hann fékk að fyrirgefa. Því frelsi hugans skerðir tíminn ekki. Nú einlægt ljósi svarta perlan sendir og sálum heimsins veitir unaðskendir. Søren Kierkegaard var danskur heimspekingur á 19. öldinni. Í dag minnumst við hans kannski helst fyrir þá áherslu sem hann lagði á tilvistarhugtakið. Hann hvatti menn til að einblína á lífið í núinu, eins og við myndum segja það í dag. Hann hvatti menn til að einblína á núið og hann hvatti menn líka til að sýna heilindi. Heimspeki hjartans skal á falsleysi byggð. Kierkegaard lagði ríka áherslu á miðlun fagurs boðskapar. Søren Kierkegaard var maður merkur og mögnuð sál í amstri sér hvers dags. Í heimspekinni trúi
andarins sterkur. Hann stundaði þann takt í áratugi að tefja vel við sína miklu list. Hann tilbað Guð og átti orð við Krist og allt var gert með miklu hugarflugi. Og skrifaði hann ritum ugg og ótta við endurtekningu hann fékk að þjást. Hann þráði von og heimsins heitu ást. Með hugsun sinni var hann þó á flótta. Hann sá með eymd í harmi hefðar sinnar hvert hjónaband sem grafreit ástarinnar. Fidel Castro var eitt sinn lögmaður á Kúbu og hafði það þá að leiðarljósi að gæta hagsmuna fátæklinga. Núna er Kúba ríki fátækra, auðmagnið ræður þar ekki ríkjum. Það sem Castro leggur heimspeki hjartans til er kannski viðvörun eða spurning tengslin á milli hagsældar og hamingju. Eina tíð var Castro mikinn kappi sem Kennedy tók taldi skúrkinn mesta, því Kanaveldið fordæmdi þá flesta sem fundu leið hjá auðhyggjunar stappi. Sjálfsagt var hann Castro kommunisti sem kapitalsins herrum vildi sýna að peningarnir vopn með völi brýna og beiskja vexa frjálshyggjunnar tvísti. Hann átti fyrir vini vopnabræður í Varsjárbandalagi forðum daga, veröld eins og smjálsumlega saga og langar voru kappans mörgu ræður. Já, áhyggjunum burtu Fidel feikti, hann fékk sér vinni, lagði sig og reykti. Ef við drögum fram heimspekingin Nietzsche, sjáum við að fegurðin leynist jafnvel hjá þeim sem segjast afneita öllu slíku. Jafnvel þótt hann hafi verið afar umdeildur heimspekingur að finna í verkum hans tæra snilld. Þar má finna fagra hugsun, en hún akkúrat það sem gerir okkur fært að öðlast hamingju. Það að segja heimspeki hjartans. Hann Friedrich Nietzsche, tralala, hann gekk að Guði dauðum, glatast við tralala, brann í augum þræla. Hann
óði tróðar trallalala, villu hjörð af sauðum. Með trúni þó það fá trallalala sem fylgdi henni, en falskri hugsun trallalala Nietzsche granda vildi. Hann dró í efa trallalala til gömlu gildi, en gróður setti trallalala Bjarnes stofur menni. Truflun hugans trallalala háköf óx úr grasi og andinn féll trallalala á tómhyggjunnar ræði. Á þegnum jarðar trallalala Zarathustra sagði að sína væri trallalala, já yrði í fasinn. Hríðan Nietzsche trallalala satt við sálar fyrir og sagði margt trallalala